Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum náttúrulega klukkan að gangi 11:30 enda erum við að fara í NBA umræðu og þeir náttúrulega sofa aldrei þessi NBA áhugamenn, það nú bara þannig, en nú ég komið með einn úr stuðningsmannasveitinni 12-unni sem að verða náttúrulega alveg snarvittlausur á föstudaginn gegn Króötum og það Pétur Orri, komdu blessaður og sæll, Pétur Orri Gíslason. Sæll og blessaður. Hvernig ertu? Ég bara rosa góður. Nærðu eitthvað að sofa út af þessum landsleik? Nei, það svona frekar erfitt sko. Þá líka bara gott af NBA svona til að hjálpa til með það, stytta sér stundirna fram að leiknum. Já, kannski byrja að spyrja aðeins út í leikinn, hvernig svona stemningin inn á hópsins hjá 12-unni svona fyrir þennan leik? Stemningin bara gríðarlega góð og hún fer bara stigvaxandi með hverjum deginu sem líður og við ætlum alveg að keyra þetta alveg á fullt bara miðvikudagskvöldið og verðum þá með kvöldarn á Ölver þar sem ætlum að gefa tóninn og verðum þarna með uppboð og hattrætti og skemmtiatriði og svona og þannig að lögin vera tekin og svona og menn geta þá svona sett sér almennilega í gírinn fyrir föstudaginn. Þannig að þið verið allan að þið eftir að jarða þessa Króata eða ekki í stúkunni? Já, ætlum bara að gera út af það sko. Þið bara eiga ekki að fá breyk í þessum leik sko. Nei. Hvað verðið þið svona margir, svo veistu það? Við erum svona kjarni sem er svona verið alltaf að mæta. Við erum svona 150 til 200. En ég bara vonast til þess á föstudaginn þá verði bara nokkur þúsund manns í 12-unni. Já, sem verða bara syngjandi með og hafa læti. Það bara taki allir undir, fólk verði bara stuðningsmenn og bara öskri sér hása, verði ekki bara einhver áhorfendur á leiknum sitjandi og bara svona Já. Þannig að þetta verður alvöru leikur þarna að ferð og en hvernig það, hefur ekki áhrif á söngröddin ykkar eða þetta verður svona hvasst og leiðilegt veður? Já, þá bara gefið enn meira í og þá þurfa bara fleiri að leggjast áratna með okkur þannig að þetta skilir sig almennilega inn á völlin og strákarnir fá bara þann stuðning sem er skilið. Já. Þannig að þið líst vel á þetta allana? Mér líst bara gríðarlega vel á þetta og bara geta alltaf beðið. Þetta bara stærsti leikun í íslenskri knattspyrnusögu og við erum mögulega bara 180 mínútum frá því að fara á HM í Brasilíu og þú veist. Þetta bara alveg ótrúlega staðar sem að strákarnir búin að koma sér í og þetta bara alveg aðdáunarvert. Og Þórir eitthvað spáð þennan leik eða? Já, ég hef nú gert það fyrir síðustu 2 heimaleiki sko, þegar við erum á brautinni þá svona segja menn spá sín og þá er nú spáðanstæðinu 15-0 sigur en ég held mig bara við það, þau gefist vel. Já, auðvitað. Og varstu þá komin á 15? Já, ég ætla bara að spá hérna Króötum 15-0 sigur og það vonandi bara virkaði vel og í síðustu 2 heimaleikjum. Já, nákvæmlega. En þá aðeins að NBA og svona kannski fyrir þá hlustundur sem veit ekki hver það er. Hvað er þitt lið í NBA-deildinni? Mitt lið er San Antonio Spurs, gamla góða díselvélin. Já. Og hvenær byrjaðir að halda með þeim? Ég byrjaði að halda með San Antonio Spurs þegar David Robinson lauk herskildun og komin í deildinni fyrir alveg 23 árum eða svo. Og þú hefur þá væntanlega fagnað mikið árið 1999 þegar þið unnuð þarna? Já, fyrst fagnaði maður náttúrulega gríðarlega þegar þeir fengu fyrsta valrétti 97 og þeir tóku Tim Duncan og svo náttúrulega fylgdi bara mikill velgengnistími sem að sé ekki enn fyrir endan á þannig að þetta er bara búið að reyntóm hamingju á síðustu 16 árin. Já, þannig að þetta er svona, já, þú ert allan að sáttu með þína menn í dag eða? Já, ég er gríðarlega sáttur. Þeir eru búin að byrja núna 6-1 og þeir eru rankaði nummer 2 í Power Rankings hjá NBA.com í dag þannig að maður hefur lítið út á það að setja. Já. En öðrum liðum, hvernig svona leggst þessi deild í þig, svona hvernig hún hefur farið af stað? Þessi deild leggst bara gríðarlega vel í mig sko. Ég held þetta verði töluvert meira spennandi en þetta hefur verið síðustu ár. Þannig að það er bara svo mikið af góðum liðum í dag og svo rosalega mikið af góðum og hæfileikaríkum leikmönnum. Þannig að ég held bara deildin á aldrei átt jafn mikið af góðum leikmönnum eins og í dag. Þannig að þetta er bara að fara að toppa 90s tímabilið þarna? Já, þá kannski voru meira svona, þú veist, rosalegar hetjur og svona ákveðnir menn sem að skáru sér svo rosalega úr. En
það svona mitt mat að getan hefur svona jafnast út og það eru fleiri betri leikmenn í deildinni í dag heldur en voru þá. Já. En svona, nú byrjum tímabils, það eitt lið sem ósigrað, það Indiana Pacers. Já, þeir eru búin að vera alveg bara gríðarlega góðir. Þeir stigu heldur betur upp í úrslitakeppninni síðasta vor og maður var einmitt búin að spá því að þeir myndi byggja og þá velgengni að vera enn sterkar í vetur og sérstaklega menn eins og Roy Hibbert og Paul George að þeir myndu bara halda áfram því góða sem þeir voru byrjaðir að skila í úrslitakeppninni og þeir bara er ekkert að bregðast með það, þeir eru bara svakalegir. En svo eitt lið sem ekki ennþá búin að vinna neitt leik og það Utah. Já, Utah náttúrulega bara í ákveðnu uppstokku núna og þeir létu menn fara og þeir eru núna bara svona, eru bara að byrja að safna sér vopnum á nýju og ætla bara að byggja upp nýtt lið og það verður athyglisvert að fylgjast með þeim. Í síðasta þætti þá gáum við þættinu svolítið meira á Austurdeildinni. Ég ætla að byrja núna að tala fjallum Vesturdeildina og kannski við byrjum að því náttúrulega hvernig, já svona hvaða lið, eitthvað lið búin að koma á óvart svona í byrjun tímabils? Já, ekkert endilega sko. Þarna Vesturdeildin alltaf að mínu mati sko, við verðum það núna alveg í dágóðan tíma sterkari deild sko og svona öflugri lið þar og það virðist ekki alltaf vera neinn breyting á þar sko og mér líst hrikalega vel á eins og Minnesota Timberwolves. Þeir eru búin að koma eða svona einna mest óvart sko, þeim var spáð svona því að spáð síðasta tímabila þeir eru mjög skemmtilegir en stóðu kannski ekki alveg undir væntingum, menn voru í meiðslum og svona en svo núna þá bara Kevin Love bara í góðum gír og þeir bara líta hrikalega vel út. Og vinna loksins Lakers í fyrst skipti í 22 leiki? Já, þeir eru farið 22 leiki á þess að vinna Lakers sem hann alltaf kom upp alveg úr þessu fylki Minneapolis, þannig að það lítur að mjög sætt fyrir þá að vinna Lakers. Já. Og þetta Minnesota-lið, hvað það svona, já, það ekki bara núna eru allir heilir loksins? Jú, það má eiginlega bara segja það sko. Það náttúrulega Kevin Love náttúrulega bara hrikalega góður leikmaður og var náttúrulega að díla svolítið mikið meiðsli síðasta vetur og sama á segja Ricky Rubio sem alveg einn skemmtilegasti pointarinn í deildinni og svo hefur maður eins og Kevin Martin komið inn í þetta sem að komplimentar þá bara mjög vel sko, þannig að þetta lítur hrikalega vel út hjá þeim. En svo náttúrulega þínir menn hérna á toppnum með aðeins einn leiktapan og 6 sigra. En svo náttúrulega liðið þarna Oklahoma sem fylgir þarna eftir. Já, Oklahoma náttúrulega byrja tímabilið þarna, Russell Westbrook náttúrulega búinn að vera meiddur síðustu mánuði og reyndar komin aftur núna sem að mun fyrr en menn spáðu en þetta náttúrulega bara ótrúlega maður, hann spilaði þarna alveg 100 leiki á þess að missa úr leik, þú veist, og síðan hann var valinn í Oklahoma í nýlega valinn á sínum tíma, þannig að og nú hann að koma aftur inn í þetta og þetta á eftir að vera flott tímabil í Oklahoma eins og hefur verið síðustu ár, þannig að en svo liðið eins og Phoenix sem fáir hafa trú á. Hvernig eru þeir eitthvað að fara að berjast þarna meðal þeirra bestu? Nei, engan veginn sko, þetta er lið sem að svona þeir eru eiginlega með bara yfirlýsta stefnu að tanka eins og þeir segja sko, en bara að skilin sem lélegustum árangri í vetur til þess að fá sem besta valrétt í nýlega valin á næsta ári og þeir eru bara svona byrja vel núna sko, en það mun fjara undan þessu hjá þeim og ég spáði því að þeir verði bara alveg í botninum í Vesturdeildinni, því miður. Og svo náttúrulega, já, við fórum inn á Minnesota, en svo Portland þarna. Er það ekki bara eitthvað svona byrjanda dæmi hjá þeim? Já, ég held ekki sko, þeir eru náttúrulega með hörku skemmtilega leikmenn eins og LaMarcus Aldridge og Damian Lillard og þeir eru eina liði sem hefur unnið San Antonio Spurs það sem aðeins þessu tímabilið, þannig að ég held að þeir geti gert góða hluti í vetur en ég spáði á svona næstu 2 árum þá eftir að verða enn betri. Já. Og svo Clippers, þeir eru konum með 4 sigra og 3 töp og það virðist að vera sóknarleikurinn hjá þeim í lagi en það mikið gagnrýnt varnarleikurinn. Já, það búið að koma svolítið óvart. Ég reyndar þeirra skoðunar að þegar menn tala alltaf að Chris Paul eigi sko verið að keppa MVP þá
á saman tíma ekki minnst á Tony Parker einu orði, þá finnst mér það alltaf mjög skrítið því að síðustu 2 úrslitakeppnir eru Tony Parker alveg gjörsamlega pakka honum saman og þannig að en Clippers verða í toppbaráttunni í vestrinu sko, það engin spurning það og þá eftir að hafa bara mjög góð áhrif á það og hafa fengið Doc Rivers sem þjálfara í staðinn fyrir að vinna í Del Negro. Og það náttúrulega engin spurning að Doc Rivers mun laga þennan varnarleik með við allan að svona, hvernig Boston var að spila? Já, alveg klárlega. Doc Rivers sko, hann á alveg eftir að taka sér nokkra mánuði að svona slípa á saman og rútinera og svona fá það til þess að spila eftir sínu höfðu og þeir verða náttúrulega bara flottar og flottar eftir því sem að hann fær lengri tíma til þess að móta. En Houston Rockets, þarna liðið sem komið með inn í hópinn Dwight Howard og hvernig hefur svona þessi stóri maður byrjað hjá þessu liði? Hann nú búinn að byrja bara mínum að þetta hrikalega vel, hann tók hann eitt leikundaginn þar sem hann reif niður 26 fráköst og var að spila eitthvað svona í líkingu við þann Dwight Howard sem við þekktum úr Orlando Magic og augljóst að hann orðinn bara þokkalegur á þessum meiðslum sem voru á hrjáanum á síðasta tímabili og hann virðist bara passa betur inn í Houston umhverfið þar heldur en hann gerði í Los Angeles þannig að ég held þetta bara verið gott fyrir alla aðila bæði hann, Houston og Lakers að hann skildi skipta þangað. Já, og þá náttúrulega liðinu sem kom kannski svolítið óvart í úrslitakeppninni fyrra Golden State. Já, þeir hafa líka farið skemmtilega stað núna. Þeir voru frábæri í úrslitakeppninni síðasta vor og vestanmegin í úrslitakeppninni þá voru þeir eina liði sem að veitti einhver andspyrnu gagnvart San Antonio Spurs og þeir héldu nú sínum vopnum og bættu við sig Andrew Iguodala þannig að þeir verða klárlega betri í vetur og menn eins og Klay Thompson bara búinn að fara alveg frábærlega af stað og lofar alveg rosalega góðu fyrir þetta tímabil. Já. En það hérna kannski það þegar við vorum að tala Houston og það náttúrulega Lakers, þeir töpuðu þarna móti Minnesota núna og það var náttúrulega, þeir mættust í vikunni náttúrulega Houston og Lakers og hefur eitthvað heyrt hvernig var tekið á móti Howard þarna? Nei, ég verð nú að viðurkenna, ég ekki alveg með að finna hvernig það tekið á mótunum sko. Ég vona að fólki að bara tekið vel á mótunum, þetta er oft svona þetta efast það svona hans hegðun og eitthvað fleira sko en þetta náttúrulega bara hörku leikmaður og mér finnst að fólk eigi bara meta fólk út frá hvort það sé góði leikmenn eða ekki. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega bara meistararnir Dallas, það nú ekki langt síðan þeir eru NBA meistarar. Nei, það hefur orðið svona frekar snögg niðursveifla hjá þeim síðan að þeir unnu þarna meistaratitilinn árið 2010 og nú hann búinn að reyna síðustu 2 ára Mark Cuban eigandi að fá svona risastórt sæning til sín og það hefur ekki alveg gengið sko eins og í fyrra þegar Chris Paul gekk þeim og greipum og fór í Clippers þannig að en það gæti mögulega eitthvað fara að gerast þar og Cuban gæti mögulega fara að fá eitthvað svona stjörnuleikmann og svo þetta spurning hvað verður með eins og Dirk Nowitzki og Monta Ellis, þeir eru báðir svona tæpir á samning núna og eitthvað verið skrafað en það þeim verið jafnvel skipt á þennan tímabilið búið en það var algjört lykilatriði að ná að gera nýja samningu Dirk Nowitzki og fáið sér eitthvað toppklassa leikmann til þess að Dallas alltaf var að gera sér eitthvað aftur gildandi í þessu. Já. Og svo Memphis, þeir náttúrulega voru flottir á síðasta tímabili eða svona, þeir voru lausir við meiðsl. Já, og svona upp að því þannig til þeir skiptur út í Gay frá sér til Toronto og þá svona þá kom einhver smá hikst í þetta en ég tel það að þeir hafa alla möguleika á því að gera bara betur núna í vetur heldur en síðustu vetur en samt að taka fram maður alltaf búinn að tala helviti mörg liði núna sem að maður á alveg vona að þau geti gert rosa vel núna í vetur þannig að það verða einhver lið sem að standast væntingum og svo verða önnur sem að valda vonbrigðum þannig að já. Og Denver Nuggets liðið sem að náðu þessu frábæra vinningsstriki í fyrra og eru núna bara náttúrulega reka svo bara, þá maður ekki segja eitt besta þjálfara deildarinnar.
Já, klárlega, hann alveg klárlega besti þjálfari deildarinnar og hann var til dæmis bara nýbúið að velja hann þjálfara ársins þegar fara sér úrslitakeppnina og þykir nú sigurstranglegur á móti Golden State sem að eins og menn muna sprungu út í úrslitakeppninu og fall út fyrir þeim og þá var bara þjálfari látið fara og mörgum fannst það skrítið en öðrum fannst það skiljanlegt og þannig að persónulega fannst mér það frekar skrítið að hann var látið fara en ég held að hann verið bara komin í eitthvað nýtt jobb það var langt líður sko. En svo skemmtileg stórveldi hérna, Sacramento, hvað er með þetta lið núna? Já, ég verð nú bara viðurkenna, ég hef ekki verið að fylgjast neitt rosalega mikið með Sacramento. Já, hefur kannski engin áhuga á því liði lengur? Af því að manni finnst bara voða lítið vera að gerast þarna og alltaf búin að vera mikil átök þetta lið, hvort að ég að flytja eða ekki og þannig að og náttúrulega þeir hafa ekki sýnt neitt svakalegt gengi síðustu ár og maður hefur bara ekki veitt þeim það mikla athygli og ég held að þeir mun ekki gera neitt núna í vetur til þess að maður frekar að fylgjast betur með þeim sko. Nei. En Seattle munu taka vel á móti allana eða þeir koma þangað? Já, það ef þeir fara eitthvað þangað þá náttúrulega eru það frábært lið í Seattle sem að eru þetta frábærir stuðningsmenn og miklu körfubolta áhugamenn og voru mínum að bara rændir sínu liða á sínum tíma og það er inni bara frekar átakalegt að horfa upp á stuðningsmenni í stúkunni þegar þeir voru að kveðja lið þegar það var bara hrifsa úr höndunum. En aðeins meira af vestudeildinni, hvaða liði verður svona skemmtilegast að fylgjast með núna? Hvaða liði að fara að berjast þarna í kringum úrslitakeppninnar og svona hverju verða sterkustu liðin? Það verður náttúrulega fullt af skemmtilegum liðum og eins og ég er búinn að nefna Minnesota Timberwolves og Golden State verður mjög skemmtileg líka og svo þetta spá ég mínum mönnum í San Antonio Spurs alltaf góðu gengi og þannig að svo er spurning hversu vel þetta smellur á Clippers og svo þetta má maður aldrei afskrifa Oklahoma, þú tala nú ekki þegar Russell Westbrook verður aftur komin í sitt besta leikform þá náttúrulega verða Oklahoma allavega í topp 2 í vestrinu. Það kemur að styrkleika. En svona þínu liði aftur hérna svona í lokin, þetta ekki að verða svolítið gamalt lið eða? Já, það er eiginlega búið að segja það síðustu 6 árin síðan þeir unnu síðast titilin árið 2007 að þetta sé orðið gamalt lið og að margsinnis búið að afskrifa en þetta er samt það lið sem að hefur ennþá eða allavega síðust árin verið alltaf í toppbaráttunni annarkvort fyrst öðru sæti í vestrin og síðustu 16 ár þá er ekkert lið í þessum 4 major sports í Bandaríkjunum sem er betra vinningshlutfall heldur en San Antonio og þeir eru náttúrulega bara með að mínum að til besta þjálfan í deildinni sem er bara óbúslega klókur og hann er búinn að fara vel með þessa menni svo Tim Duncan og Manu Ginobili og ekki búinn að ofkeyra þeim og bara eins og í kvöld þá er Tim Duncan hvíldur á móti Philadelphia þannig að þeir eru náttúrulega bara hrikalega flottur þeir halda áfram að vera það alveg þannig til að Popovich og Duncan hætta. Já, og hann, þessi þjálfur, hann virðist ekki træðast lið eins og Philadelphia sem hafa náðalega, komið eða öllum spekingum svolítið óvart í byrjun tímabils. Já, hann virðist ekki gera það, en San Antonio Spurs voru að spila í gærkvöldi og það er eins og ég var að tala að hann hefur verið klókur síðustu ára að dreifa vel mínútunum á þessa öldna höfðingja og hann virðist alltaf bara halda áfram með það þeir ná sínum árangri í deildakeppnina, hann vil passa upp á það að menn sé í góðu standi þegar úrslitakeppnin byrjar. Þannig að kannski á eftir að koma í baki honum í kvöld eins og réttilega bendir á það að Philadelphia farið rosalega vel á stað og þeir voru þessum liðum sem að ætlaðu að tanka þannig að það er athyglisvert að sjá það. En það var náttúrulega, andstæðingar þeirra, nú fyrir við Austurdeildina San Antonio síðast, voru New York Knicks og þeir eru bara neðstir í Austurdeildinni, þetta er náttúrulega nýbyrjað svo sem, og voru að missa núna út sterkar leikmann eða ekki? Jú, það er sem sagt Tyson Chandler, hann meiðast, hann verður frá í 4 til 6 vikur og hann er klárlega þeirra besti varnarmaður og hann er óneitanlega alveg gríðarlega blóðtaka fyrir það að missa hann. Já, og það geti haft mikil áhrif svona langur tími varðandi hvar þeir munu standa í Austurdeildinni fyrir úrslitakeppni.
já, miðað við hvað þeir hafa að fara illa af stað og það hann meiðist núna og missir þetta mikið úr að þetta getur mögulega bara eyðilagt þeirra möguleika á að fara í úrslitakeppnina þegar uppi stendur. Hvað í gangi með þetta New York alltaf svona þessi meiðsli alltaf ár eftir ár núna? Svo Stoutenmayer og fleiri risar þarna. Þetta náttúrulega stórfurðulegt sko. Það náttúrulega svona þessir menn eins og Jason Kidd og Marcus Camby og svona og slógu öll met hvað meðalaldur leikmanna varður. Þetta var alveg komið hátt í fertugsaldurinn líka við meðalaldurinn á þessum mönnum og það kannski eitthvað haft sitt að segja svo ómögulegt að segja hvort það sé eitthvað í æfingu hjá þeim eða eitthvað svoleið sem að getur mögulega verið að hafa einhver áhrif eða hvort þetta sé einfaldlega bara eitthvað bölvun sem að hvílir á þeim en New York náttúrulega big market team og þeir hafa alltaf miklum peningum að móða og gríðarlega mikið stuðning og aðdáenda hóp þannig að þetta auðvitað einu risastór mistri okkur svona stórt félag með svona stóra og flotta umgjörð og mikið stuðning okkur þeir hafa ekki orðið ofta meistarinn raunber vitni þannig að já. Og svo eru þeir náttúrulega bara konir í samkeppni við New York borgina, Brooklyn Nets. Já, Brooklyn Nets náttúrulega í eigu þessa rússnesku auðkýfing sem að á 1600 milljarða króna auðæfi og mér unnar sjálfsagt ekkert líklega það, hann að eyða langmestu í laun af öllum og hann að eyða langmestu í þennan svokallaða lúxusskatt sem að hann er samt ekki fyrir þessu, peningarnir eru það miklur og hann búinn að byggja nýja íþróttavöll og flytja liðið til Brooklyn en það var öll stemming fyrir þessi New Jersey alveg orðin steingjöld og eiginlega bara farinn og hann var eiginlega bara best að sem gæti komið fyrir Nets grein, það var að þessi rússi skildi kaupa félagið og hann búinn að setja saman alveg gríðarlega öflugt lið og hann mun halda áfram að moka peningum í þetta næsta ári og það ekkert útilokað að þeir verði jafnvel bara orðnir meistarar í fyrsta skipti einhvern tímann næstu árum. Og svona áfram í Östudeildinni, já meistararnir frá því fyrir Miami, eru þeir ekki bara stilla sér saman bara eftir síðasti leiktíð? Já, en þeir ættu nú samt ekkert að þurfa að stilla sér neitt rosalega mikið saman. Þetta búið að vera svona mikið til sami hópurinn síðan að LeBron og Chris Bosh fluttu til Miami og þannig að þetta kemur svolítið á óvart en svo einhverju spekingar vilja meina það að þeir eru auðvitað búin að fara 3 síðustu 4 tímabilum í úrslitin og reynslu meiri menn vilja meina að það hafi bara gríðarlega áhrif á lið að spila svona ár eftir ár alveg langt fram í lok júní þannig að það erfitt að segja hvort að þetta sé uppsetning þreyt eða hvort að þeir séu bara svona að fara hægt á stað svo taka kannski 27 leikja sigurinn eins og síðasta tímabil og allt í eru orðnir efstir í deildinni. Já, bara leika sér aðeins. Já, Þeir ættu allan að geta það? Já, algjörlega. Þetta eru alveg miklu snillingar sem í þessu lið og hann náttúrulega LeBron James náttúrulega bara alveg ótrúlegu leikmaður þó hann sé andstæðingum hans auðvitað og mínu menn töpuðu fyrir en núna í vor þá náttúrulega ekki annað að dáðst að svona miklum snillingum og bara flottum körfuboltamönnum. En nú lið byrjað að búa að ná ágætu rönni allt í einu eftir tap í fyrstu 4 leikjunum náttúrulega alveg ábygglega breyttasta liðið í NBA-deildinni í dag. Boston Celtics búin að vinna núna 3 síðustu leiki. Það Boston Celtics eru einmitt lið sem svona eiginlega að fara í uppstokkun núna og létu mikla meistara fara frá sér í sumar og Rondo búinn að vera meiddur og það eiginlega ekki mikið eftir þarna og þeir byrjuðu illa en svo hafa þeir tekið góða rispu núna. Ég heldur verði samt í botninum í sínu riðli á samt New York þannig að þeir muni því miður ekki fara í úrslitakeppnina þetta sögufræga og flotta félag. Nei. En það spurning hvort þeir bara stokki ekki rétt upp svo? Já, þeir gerðu það fyrir nokkrum árum síðan að þeir gerðu gríðarlega vel þegar þeir fengu Kevin Garnett og Ray Allen og dröftuðu náttúrulega Rondo sem var svona freka mikið surprise. Það var ekkert margir að tala hann áður hann kominn í deildina en hann hefur heldur betur sýnt á að sanna hann einn albesti point guardinn í heiminum bara.
Og nú náttúrulega í Austurdeildinni maðurinn sem búinn að vera heldur betur í fjölmiðlum síðustu 2 ár, ekki fyrir það að vera innan vallar heldur meira utan vallar. Derrick Rose kominn aftur. Já, það Chicago Bulls. Loksins, segja rosalega margir. Það eru þetta gríðarlega margir búlsarar hér á landi og leiðilegt að hann skildi missa svona langan tíma úr og einhverju voru farnir að hæðast á honum og gera grín á honum á seinni hluta síðasta tímabils og margir vildu meina að hann væri alveg tilbúinn, hann ætti bara að byrja að spila og þetta væri eitthvað væll í honum en ég held að það veri bara hárrétt ákvörðun hjá þeim að svona eiginlega salta síðasta tímabil bara og leiða hann að jafna sig betur og ég held að það er eftir að skila sig bara enn betur fyrir þá þessu tímabili. En svo Cleveland sem voru í happdrættinu búin að fá núna 2 fyrsta drátt á síðustu 3 árum og þessi nýjasti dráttu þeirra þarna first round pick, hann ekkert að gera það svo gott. Já, hann eiginlega bara með drulluna upp á bak. Versta byrjun fyrir first pick skildist með síðan 60 og eitthvað. Já, þetta auðvitað bara hrikalegt mál sko fyrir þá. Það var nú ekki bjart yfir þessu hjá þeim þegar þeir mistu LeBron á sínum tíma og það voru miklar óeirðir í Clevelandborg en þeir hafa verið einstaklega heppnir núna eins og þú segir og fengið 2 fyrstu valrétti núna með skömmu millibili og þessi náttúrulega nýliði sko þeir skelfilega af stað en ég vona það hann fara nú eitthvað að girða sig í brók því að hann hefur alla burði til þess að vera flottur leikmaður og steinplaði sig vel inn í þessa deild. Nákvæmlega. En svona í lokin, hvaða lið verða að berjast þarna í Austurdeildinni myndur halda? Austan meginn þá verður þetta Indiana, Miami og Chicago sem berjast þetta og ég hugsa Indiana muni nýta sér reynsluna því að tapa í úrslitum Austurins núna í vor og þeir muni fara alla leið í úrslitin næsta sumar. Já. Þarna einfaldlega bara komin hörku breytt og þetta alltaf að vera samstilltar hópur og þeir eru ennþá inni manni eins og Danny Granger sem átti að reynast þeim vel þegar fram í sækir þannig að þeir bættu náttúrulega þessi Louis skóla og þannig að þetta er hrikalega flottur hópur og Larry Bird með stórkostlega flotta hluti að fá leikmennarna og setja saman flottan hóp fyrir þjálfana sem bara hrikalega flottur þjálfari. En ég heyri það að þú minnist ekki á New York liðin 2 þarna, Brooklyn og New York sem voru nú spáð að þeir eru í einhverju baráttu. Ég held einfaldlega Nets það muni fara einhver tími í það fyrir þá svona slípa sig almennilega saman og það er spurning hversu mikið flug þeir verða komnir á í úrslitakeppnina en ég hef meiri trú á hinum 3 liðunum. Pétur Orri Gíslason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel og það náttúrulega bara næsta föstudag þá eiga Íslendingar að missa rattböndin eða ekki satt? Jú, ég vil bara segja þetta á lokum að skemmtunin og gleðin á miðvikudaginn byrja kl. 8 á Ölver, frítt inn og það kostar 500 söngdrykkurinn og 500 hattrættismiðin, það eru flotti vinningar, Vífilfell Hensson að gefa góða vinninga í þetta og það verður bara geggja stuð og þetta verður svona fyrsta uppbytunin áður munum svo hittast á föstudaginn kl. 4 á Ölver og keyra þetta það endalega alveg í geðvikina. Og eru öllum velkomin sko ef þeir ætla að syngja með þá eru þeir velkominir, er þetta ekki þannig? Og vera með? Allir sem eiga með á leikinn og ætla að syngja með eru hjartanlega velkomin á Ölver á föstudaginn, þeim fleiri, þeim miklu betra. Nákvæmlega. Pétur Orri Gíslason úr 12-unni, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og San Antonio aðdáandi af það gott. Já, takk fyrir það sömuleiðis. Blessaður. Já, þátturinn verður ekki lengra sinni. Við erum náttúrulega búin að fara víða völl eins og venjan hestamennskan og Special Olympics og handboltinn, körfuboltinn, fótboltinn og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ábyggilega að gleyma ykkur sem vorum að fjalla um í kvöld en ég heiti Gestur frá Hæli, þakka kærlega fyrir mig og heyrumst eftir viku kveldspræk klukkan 8. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.